Sérhver mannleg athöfn hefur sinn tilgang. Hver tilgangurinn með því að fara í kirkju? Hvert markmið trúar okkar? Þegar þið eruð að ná takmarki trúar ykkar, frelsun sálna ykkar. Í Biblíunni segir að markmið trúar okkar sé hjálpræði sálar okkar. Sálir okkar verða í hættu á að deyja í helvíti vegna synda okkar ef okkur tekst ekki að frelsast. Hjálpræði sálna okkar þýðir að frelsast frá eilífum dauða og kvölum í helvíti og öðlast eilíft líf. Við vorum dæmd til að þola kvalir í eilífu helvíti, en Guð lofaði okkur eilífu lífi. Og þetta fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þess vegna getum við sagt að markmið trúar okkar sé að öðlast eilíft líf. Hvað sagði Jesús, frelsari okkar, okkur að gera til að öðlast eilíft líf? Þá sagði Jesús við þá, sannlega, sannlega segi ég yður. Ef þér etið ekki hold mannsonarins og drekki blóð hans, þá ekki líf í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Við verðum að neyta holds Jesú og drekka blóð hans til að öðlast eilíft líf. Hvernig getum við þá neytt holds Jesú og drukki blóð hans? Jesús brauð gerði þakkir, þetta, páskabrauðið, líkami minn. Þetta, páskavínið, blóð mitt, blóð sáttmálans, úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Jesús nefndi páskabrauðið sem líkama sinn og páskavínið sem blóð sitt. Þeir sem halda páska nýja sáttmálans hafa eilíft líf því að þeir neyta holds Jesú og drekka blóð hans. Höldum því páskana eins og Jesús og lærisveinar hans gerðu. Svo að við getum öðlast eilíft líf, markmið trúar okkar og komist inn í himnaríki.